Bara byrja. Já, já. Góðan daginn og verið velkomin á þessa kynningu sem er tilkomin vegna útgáfu á skýrslu niðurstöður könnunar meðal ferðaþjónustufyrirtækja sem að Ferðamálastofa fékk Gallup til að framkvæma fyrir sig síðastliðið haust. Þetta er 3. árið í röð sem að Ferðamálastofa lætur framkvæma sambærilega könnun og hún er hugsuð sem stöðugreining á því hvernig rekstur ferðaþjónustunnar gekk síðastliðið sumar og þá í samanburði við sumarið 2021 og sumarið 2019 eða áður en COVID-19 skall á. Auk þess sem fyrirtækin eru beðin að meta horfurnar framundan. Ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi hafa að einhverju eða miklu leyti komist upp úr þeim öldudal sem þau lentu í við heimsfaraldurinn. Ferðaþjónustan er tekin að blómstra á ný og ferðamenn farnir að streyma til landsins. Og það er því áhugavert að sjá hvernig fyrirtækin mátu síðastliðið sumar, hvernig þeim breyti af, hvort þau hafi getað nýtt COVID-árin til umbóta og hvernig þau meta horfurnar. Við hjá Ferðamálastofu vonumst að sjálfsögðu til að niðurstöðurnar nýtist hagsmunaaðilum sem þarft innlegg í umræðuna um stöðu greinarinnar. Áður en við komum að niðurstöðum könnunarinnar er ágætt að skoða aðeins umfang ferðaþjónustunnar með hliðsjón af tölulegum gögnum, fjölda ferðamanna og gistinótta. Sumarið 2022 kom 650.000 erlendir ferðamenn til Íslands, ríflega 2 sinnum fleiri en 2021 og 4% færri en 2019. Og Bandaríkjamenn þeir voru fjölmennastir líkt og fyrir sumur en tæplega þriðjungur. Dvalarlengd var að jafnaði 8,6 nætur sumarið 2022, hálfri gistinótt skemur en 2021 og tæpri 1 nótt lengur en 2019. Hérna erum við að tala um alla ferðamenn. 4 milljónum gistinótta var eytt í skráðri gistingu síðastliðið sumar, 54% fleiri en 2021 og 18% fleiri en 2019. Gistinætur útlendinga voru 80% að heild sumarið 2022, álíka hátt hlutfall og 2019. Og eins og sjá má á grafi, þá dró úr fjölda gistinótta Íslendinga innanlands síðastliðið sumar. En fjöldi þeirra náði hæstu hæðum 2020 og 2021, fór yfir 1 milljón. En landsmenn voru eins og við þekkjum með eindæmum duglegir að ferðast innanlands á COVID-tímum. Snúum okkur á framkvæmd könnunarinnar. Að ræða netkönnun á landsvísu í október og nóvember síðastliðnum meðal fyrirtækja í gisti, veitinga, afþreyingar og samgönguþjónustu fyrir ferðamenn. Könnunin var send á netföng fyrirtækja, í langflestum tilfellum þau sem voru í forsvari og var henni fylgt eftir með áminningum og símhringingum. Úrtakið var fengið úr gagnagrunni Ferðamálastofu og náði til fyrirtækja með 75% mestu ársveltuna árið 2019. Endanlegt úrtak var 919 fyrirtæki og fengu svör frá 323 sem gerir 35% svarhlutfall. Dreifing svara var með þeim hætti að 39% fyrirtækja þau voru staðsett á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi, 11% á Vesturlandi og Vestfjörðum, 90% á Norðurlandi, 11% á Austurlandi og síðan 20% á Suðurlandi. Niðurstöður þær voru greindar eftir nokkrum bakgrunnsbreytum sem að sjá þarna nefndar. Það er tegund starfsemi, staðsetningu fyrirtækis, árlegri veltu, fjölda starfsmanna og því hversu lengi fyrirtæki hafði verið starfrækt. En í þessari kynningu þá verður eingöngu vísað í niðurstöður út frá tegund starfsemi og staðsetningu atvinnustarfsemi. Í könnuninni þá voru lagðar fyrir 29 spurningar, auk bakgrunnsspurninga og það var að ræða nokkrar grunnspurningar sem hafa verið í fyrri könnunum en auk þess nokkrar nýjar spurningar. 11 spurningar byggja á svarmöguleikum á 5 stiga kvarða og til að einfalda framsetningu þessari kynningu þá hafa ystu svarmöguleikarnir í báðum endum verið sameinaðir. Þannig að við erum með 3 stiga kvarða í kynningunni. Þannig að sem dæmi þá eru svarmöguleikar að mjög miklu leyti, að frekar miklu leyti, þeir sameinast í að miklu leyti og sama þá að mjög litlu leyti, að frekar litlu leyti sameinast í að litlu leyti. Þá er komið að helstu niðurstöðum könnuninni og við byrjum á framboðinu í sumar og hér að ræða 4 spurningar.
Það spurt hvernig framboð af vöru og þjónustu var hjá fyrirtækjum. Helmingur fyrirtækja var með svipað framboð síðastliðið sumar og árið 2021, sjá efstu röðina. 2 af hverjum 5 höfðu aukið framboðið og einungis 6% höfðu skert það. Nú skoðaði eftir tegund starfsemi þá höfðu afþreyingar og samgöngufyrirtækin aukið framboðið í ríkari mæli en fyrirtæki í gisti- og veitingahúsageiranum. Og niðurstöður benda til að það hafi einkum verið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu sem höfðu aukið framboðið. Nú þegar síðastliðið sumarið borið saman við sumarið 2019 eða fyrir COVID og þá erum við að tala næst efstu röðina, þá má sjá að helmingur fyrirtækja var með sama framboð sumarið 2022 og það var með 2019 og ríflega þriðjungur hafði aukið framboðið og 14% skert framboð. Voru fyrirtækin í stakk búin að mæta eftirspurn? Sem sagt 8 af hverjum 10 fyrirtækjum sögðu að fyrirtæki hefði verið í stakk búið að mæta þeirri eftirspurn sem var síðastliðið sumar að miklu leyti. Fyrirtæki í gisti, veiting og afþreyingarstarfsemi virðast hafa geta mætt eftirspurn í ríkari mæli en samgöngufyrirtæki og mun fleiri fyrirtæki á landsbyggðinni sögðust hafa geta mætt eftirspurn að mjög miklu leyti en fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Næst skoðum við raunverð á vöru og þjónustu. 2 fyrirtæki af hverjum 5 sögðust hafa verið með hærra raunverð á vöru og þjónustu síðastliðið sumar en 2021, sjá efstu röðina, en verð hækkaði 9,5% milli ára 2021 til 2022 umfram almenna verðlagshækkun. Helmingur fyrirtækja í gistirekstri var með hærra raunverð, ríflega þriðjungur veitingaþjónustufyrirtækja, 2 af hverjum 5 afþreyingarfyrirtækjum og tæplega þriðjungur samgöngufyrirtækja. Og skoðaði eftir staðsetningu, sjá þá grafið til hliðar, þá voru 65% fyrirtækja í gististarfsemi á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi og 45% fyrirtækja í gistirekstri í öðrum landshlutum með hærra raunverð 2022 en 2021. Ef horft til ársins 2019, þá erum við að tala næst efstu röðina, þá sagðist nærri helmingur fyrirtækja hafi verið með hærra raunverð síðastliðið sumar en 2019. En verð umfram almenna verðlagshækkun var 17,5% hærra síðastliðið sumar en 2019. 2 af hverjum 5 fyrirtækjum sögðust vera í virkri tekjustýringu og uppfæra verðin miðað við eftirspurn með reglubundnum hætti. Fjórðungur fyrirtækja sagðist uppfæra verðin ýmist oft á dag, daglega, vikulega eða mánaðarlega. Tæplega 15 uppfærði verðin sjaldnar, en 3 af hverjum 5 fyrirtækjum voru ekki með virka tekjustýringu. 15 fyrirtæki í gistiþjónustu og 16% samgöngufyrirtækja sögðust uppfæra verðin daglega eða oft á dag og það voru einkum afþreying og veitingaþjónustufyrirtæki sem sögðust ekki verið virkri tekjustýringu eða 7 af hverju 10. Næst koma spurningar eftirspurnina eða viðskiptavinina og þetta eru 3 spurningar. Byrjum á því að skoða hvort viðskiptavinum hafi fjölgað eða fækkað. Viðskiptavinum fjölgaði 79% síðastliðið sumar frá 2021 og 64% frá sumrinu 2019. Þarna erum við að skoða 2 efstu raðirnar. Nú skoðaði eftir tegund starfsemi þá gefa niðurstöður til kynna að viðskiptavinum hafi fjölgað í minna mæli hjá veitingahúsum milli ára 2021 til 2022 en öðrum geirum ferðaþjónustu. En 27% fyrirtæki veitingaþjónustu sögðu að fjöldi viðskiptavina hefði staðið í stað og 17% af þeim hefði fækkað. Nú skoðaði eftir landshlutum þá benda niðurstöður könnunarinnar til að viðskiptavinum hafi fjölgað hlutfallslega mest á Reykjanesi 92%. Hlutfall Íslendinga viðskiptavinum. Íslendingar voru 15 viðskiptavina ferðaþjónustufyrirtækja síðastliðið sumar og til samanburðar, sjá þá efra grafið hægra megin, þá var hlutfall innlendra viðskiptavina 35% sumarið 2021, 57% 2020 og 27% 2019. Íslendingar voru 13% af viðskiptavinum fyrirtækja í gistirekstri sumarið 2022 og 45% af viðskiptavinum í veitingahúsarekstri. Og til hliðar þá má sjá til samanburðar hlutfall þeirra sem viðskiptavina á árunum 2019 til 2021. Og skoða eftir landsvæðum og tegund starfsemi þá er það einkum veitingahúsageirin á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi sem sker sig úr. Þar voru Íslendingar ríflega helmingur viðskiptavina.
62% fyrirtækja voru að leggja svipaða áherslu á að laða til sín innlenda viðskiptavini sumarið 2022 árið áður. Þar munar mest veitingaþjónustu fyrirtæki, en 8 hverjum 10 voru að leggja svipaða áherslu á innlenda markaðinn og þau gerðu 2021. Og fyrirtæki í öðrum geirum, gistingu, afþreyingu og samgöngu, voru mörg hver að leggja minni áherslu á innlenda markaðinn síðastliðið sumar en þau gerðu árinu áður. Þá komum við að veltunni. Var hún meiri, svipuð eða minni síðastliðið sumar en 2021 og 2019? Ef við byrjum á efstu röðinni, 8 hverju 10 fyrirtækjum sögðu að veltan hefði verið meiri síðastliðið sumar en 2021 og hjá þeim jókst veltan að jafnaði 42% milli ára, 2021 til 2022. 8% fyrirtækja sögðu að veltan hefði verið minni og hjá þeim minnkaði veltan að jafnaði 30% milli ára, 2021 til 2022. Nú skoðaði eftir tegund starfsemi, þá voru 9 hverjum 10 fyrirtækjum í gistirekstri með meiri veltu síðastliðið sumar en árinu áður, 6 hverjum 10 í veitingarekstri, 8 hverjum 10 í afþreyingu og 3 hverjum 4 samgöngufyrirtækjum. Nú þegar veltan skoðuð fyrir öll fyrirtæki og nú horfum við til grafsins hægra megin, bæði þau sem voru með hagnað og þau sem voru með tap. Þá var breyting á veltu milli ára 2020 til 2021 35%. Það eru 35% hærri velta sumarið 2022 en við árinu áður. Hér sem sagt búið að reikna meðaltal af öllum sem gáfu upp veltu, bæði fyrirtækin sem voru með hagnað og þau sem voru með tap. Nú velta afþreyingafyrirtækja jókst 46% milli ára og velta fyrirtækja í gistirekstri 39%, samgöngufyrirtækja 29% og veitingaþjónustufyrirtækjum 17%. Velta var síðan 67% meiri sumarið 2022 borin saman við sumarið 2019. Þar var talað nú næst efstu röðina. Nú hversu hátt veltu sumarið 2022 var tilkomin vegna Íslendinga. Tæplega fjórðung veltu ferðaþjónustufyrirtækja mátti rekja til Íslendinga sumarið 2022. Veitingastarfsemi sker sig úr við 44% veltu tilkomna vegna Íslendinga. Og skoða eftir staðsetningu þá rekja fyrirtæki veitingaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi 57% veltu til Íslendinga en hlutfallið 30% á landsbyggðinni. Eins og sjá má á grafinu til hlíðar þá var hlutdeild Íslendinga í veltu mun hærri COVID árin 2, ríflega helmingur veltu sumarið 2020 og þriðjungur veltu sumarið 2021. Þannig að hlutdeild Íslendinga í veltu er komin á svipaðan stað síðastliðið sumar og hún var fyrir COVID-faraldurinn. Eyða Íslendingar meira en útlendingar. Þriðjungur fyrirtækja var á því að Íslendingar eyddu meira á ferðalögum innanlands en erlendir ferðamenn og nærri 2 hverjum 5 að þeir eyddu minna. Nú 3 hverjum 10 voru á því að Íslendingar og erlendir ferðamenn eyddu svipað miklu. Það var mikill munur á svörum eftir hvaða starfsemi ræddi. Helmingur fyrirtæki veitingaþjónustu var á því að Íslendingar eyddu meira, 2 hverjum 3 afþreyingafyrirtækjum og helmingur samgöngufyrirtækja á því að þeir eyddu minna. Þá komum við að stöðugildum og ráðningum. Í ríflega helmingi tilfella þá voru stöðugildin fleiri síðastliðið sumar en árið áður. Í 40% tilfella voru þau álíka mörg og í 6% tilfella færri. Hlutfallsleg fjölgun stöðugilda frá sumrinu 2021 til 2022 var mest hjá fyrirtækjum í gisti- og afþreyingaþjónustu. Og samanborið við sumarið 2019 þá voru stöðugildin 39% fleiri. Þannig erum við að tala næst efstu röðina. Nú heilt yfir þá áttu ríflega 2 hverjum 5 fyrirtækjum í erfiðleikum með að ráða starfsfólk síðastliðið sumar. Til að mynda áttum helmingur fyrirtækja í veitingaþjónustu og samgöngum í erfiðleikum með ráðningar, en fyrirtækjum í gistirekstri gekk einna best, tæplega helmingi gekk auðveldlega að ráða starfsfólk. Og skoða eftir staðsetningu þá áttu fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi í einna mestum erfiðleikum með ráðningar. En fyrirtækjum gekk þó betur með að ráða starfsfólk síðastliðið sumar en sumarið 2021. Helstu ástæður sem voru nefndar þegar spurt var hvers vegna erfiðlega hefði gengið að ráða starfsfólk síðastliðið sumar snerist lítið framboð á starfsfólki, skort á hæfu starfsfólki, fáar umsóknir störf, fólk mætti ekki starfsviðtöl,
Einnig nefnt að fólk væri komið í önnur störf, það væri lítið atvinnuleysi og samkeppni mikil starfsfólk. Íslendingar fengist ekki til starfa, þeir sem væru á atvinnuleysisskrá vildu ekki fara í ferðaþjónustustörf og það hefði ekki verið nægilegt framboð af erlendu vinnuafli. Það tæki langan tíma að fá erlenda starfsmenn til landsins og þjálfa það upp. Það var líka að tala húsnæðismál, það væri húsnæðisskortur og fleira. En öll svörin listuðu upp í samantrekta skýrslu. Þetta var sem sagt opin spurning. Spurt var jafnframt það hvort fyrirtæki hefði gripið í sértækra aðgerða til að laða til sín starfsfólk. Og eins og sjá má á grafi, það var ríflega fjórðungur fyrirtæki að bjóða launakjör umfram kjarasamninga. Skoðað eftir tegund starfsemi þá voru fyrirtæki í gistirekstri í mun minna mæli að bjóða bætt kjör en fyrirtæki í öðrum geirum ferðaþjónustunnar. Nú fimmtungur leitaði út fyrir landsteinana í meira mæli en áður og álíka hátt hlutfall aðstoðaði starfsfólk við að finna húsnæði. Fyrirtæki nýttu önnur úrræði í minna mæli, svo sem það að bjóða upp á lengra ráðningarsamband eða möguleika á að þróast í starfi, aðstoð við húsnæði eða greiða ferðakostnað. Nú helmingur fyrirtækja greip ekki til sértækra aðgerða. Spurt var hversu hátt hlutfall starfsfólks væri erlent vinnuafl. Heilt á litið var hlutfall erlends vinnuafls 43% sumarið 2020. Gistigeirinn sker sig úr með 55%. Skoðað eftir landsvæðum þá var 57% af starfsfólki á Suðurlandi og 50% á Reykjanesi erlent vinnuafl. Það var lægra á öðrum svæðum eða á bilinu 37–43%. Þá komum við að viðskiptum og afkomunni. Hvernig komu viðskiptin út miðað við væntingar í byrjun sumars 2022? Nú viðskiptin fóru fram úr væntingum margra fyrirtækja eða nærri 3 hverjum 5. Þriðjungur fyrirtækja var á því að viðskiptin hefði verið í samræmi við væntingar og 1 af hverjum 10 að þau hefðu verið undir væntingum. Nú skoðað eftir tegund starfsemi þá fóru viðskiptin fram úr væntingum 7 fyrirtækja af hverjum 10 í gistiþjónustu. Hjá 15 fyrirtækja í veitingaþjónustu voru viðskiptin undir væntingum. Höfuðborgarsvæðið sker sig úr en aðeins 2 af hverjum 5 fyrirtækjum sögðu að viðskiptin hefðu farið fram úr væntingum. Hjá 3 af hverjum 4 fyrirtækjum var rekstrarhagnaður á starfseminni í sumar. Sumarið skilaði EBITDA. En þá er átt við, sem sagt þegar átt er við EBITDA, þá er átt við hagnað, tap fyrir fjármagnsliði og afskriftir. Nú hjá 15 var hvorki hagnaður á starfseminni né tap og hjá 5% fyrirtækja var tap. Og hlutfallslega færri fyrirtæki veitingahúsarekstri sögðust að vera með rekstrarhagnað en aðrir geirar. Í grafinu sem sagt hægra megin má sjá meðal hlutfall rekstrarhagnaðar taps 2022, en það var fundið með því að reikna meðaltal svara þeirra sem tóku afstöðu til spurningana hlutfall rekstrarhagnaðar eða taps 2022. Þannig að heilt yfir var rekstrarhagnaðurinn 16% sumarið 2022. Hjá gistifyrirtækjum var hagnaðurinn 20%, hjá veitingaþjónustufyrirtækjum 11%, afþreyingafyrirtækjum 15% og samgöngufyrirtækjum 21%. Okkur þótti forvitnilegt að spyrja það hvort COVID-tíminn hefði verið nýttur til umbóta og eins og sjá má á grafi þá fór helmingur fyrirtækja í endurbætur eða viðhald á húsnæði eða tækjabúnaði. Tæplega þriðjungur gerði breytingar á vöru og þjónustuframboði og fjórðungur þróaði nýjar leiðir eða nýjar áherslur eða leiðir í markaðssetningu á vöru eða þjónustu. Á bilinu 13–16% fyrirtækja fóru í aukna samvinnu við fyrirtæki á svæðinu, innleiddu bókunarkerfi, nýttu tímann í þjálfun starfsfólks, fóru í nýframkvæmdir, stækkuðu starfsemina eða fóru í að útbúa endurbæta fræðsluefni og gæðahandbækur. Annað umbótastarf var nefnt í mun minna mæli. Nú skoðað eftir tegund starfsemi þá voru afþreyingafyrirtæki minna í endurbótum og tækjabúnaði eða húsnæði en aðrir geirar, en þeim eru öflugri í að gera breytingar á vöru og þjónustuframboði og þróa nýjar áhersluleiðir í markaðssetningu á vöru og þjónustu. Ríflega fjórðungur sagði að ekkert umbótastarf hefði átt sér stað. Nú þá er það horfurnar framundan. Hver verður eftirspurn erlendra og innlendra ferðamanna? 2 af hverjum 3 fyrirtækjum eru á því að eftirspurn meðal erlendra ferðamanna muni aukast eftir vöru og þjónustu fyrirtækja á næstu 12 mánuðum og tæplega þriðjungur að hún muni standa í stað. Nú skoðað eftir tegund starfsemi
Þá eru fyrirtæki í veitingastarfsemi í meira mæli en aðrir geirar á því að eftirspurnin muni standa í stað. Og skoða eftir staðsetningu, þá eru 9 af hverjum 10 fyrirtækjum á Reykjanesi á því að eftirspurnin muni aukast meðal erlendra ferðamanna. Nú hefur komið að innlendum ferðamönnunum, þá er það sem stofnaði þetta hægra megin, að flest fyrirtæki eru hins vegar á því, eða 2 af hverjum 3, að eftirspurnin meðal innlendra ferðamanna muni standa í stað. 15% að hún muni minnka og 14% að hún muni aukast. Nú skoðaði eftir tegund starfsemi, þá gerði tæplega 4% veitingaþjónustufyrirtækja ráð fyrir að eftirspurnin myndi aukast. Nú fyrirtæki á Suðurlandi nefnir ríkari mæli en annars staðar á landinu að eftirspurnin muni minnka meðal innlendra ferðamanna. Nú vöxturinn í ferðaþjónustu verður því í kringum erlenda ferðamenn næsta ári og kemur það eflaust engum á óvart. Nú álíka margir sögðust geta staðið undir skammtímalánum og langtímalánum að miklu leyti eða 7 af hverjum 10. Sama upp á teningnum og í fyrra að staðan í veitingaþjónustu er einna verst, en 17% sögðust ekki geta staðið undir skammtímalánum og 21% langtímalánum. Og þegar við erum að tala um skammtímalán, þá erum við að tala um afborganir og vextir næstu 12 mánaða, en langtímalán, afborganir og vextir til lengri tími en 12 mánaða. Nú þurfum við að fara að siga á seinni hlutann, en hér erum við að spyrja hvar mestu áskoranir innan ferðaþjónustu liggja þessa dagana. Hér var að ræða spurningu með 23 valmöguleikum og voru þátttakendur beðnir að velja 5 sem þeim fannst mest skipta máli. Hér var reynt að ná utan hvað eina sem hefur verið í umræðunni í samfélaginu síðustu misseri. Eins og sjá má þá raðast í efstu 2 sætunum áskoranir á borð við að jafna árstíðasveiflu í ferðaþjónustu og að tryggja umferðaröryggi með traustu og góðu veðurkerfi. Nú skoðaði eftir staðsetningu þá völdu fyrirtæki á Austurlandi, Norðurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum valmöguleikann að jafna árstíðasveiflu í ferðaþjónustu í ríkari mæli en fyrirtæki í öðrum landshlutum. Fyrirtæki á Vesturlandi, Vestfjörðum og Suðurlandi nefndu valmöguleikann tryggja þar umferðaröryggi í ríkari mæli en aðrir landshlutar. Í 3. til 5. sæti röðuðust síðan að tryggja þyrfti uppbyggingu og viðhald á fjölsóttum ferðamannastöðum, að viðhalda þyrfti sterkri ímynd landsins á alþjóðavettvangi og að tryggja þyrfti aðgengi að helstu náttúruperlum allt árið kring. Í skýrslunni eru valmöguleikar sem lenda í 5 efstu sætunum greindir eftir bakgrunnsbreytum. Nú það er umhugsunaratriði eins og að draga þurfa úr kolefnisspori og að fleiri fyrirtæki þurfa að starfa samkvæmt viðurkenndum gæða og umhverfisstaðlum lendi í 2 neðstu sætunum. Og hérna er bara svona samantekin glæra, sem sagt. Viðskiptin í sumar, þau fóru fram úr væntingum flestra. Velta fyrirtækja 2022 var í flestum tilfellum meiri en 2021 og 2019. 75% fyrirtæki voru að skila EBITDA framlegð sumarið 2022. Fyrirtækin lögðu enga sérstaka áherslu að laða til sín íslenska viðskiptavini, sumarið 2022 og hlutdeild Íslendinga í veltu fyrirtækja var minni í sumar en fyrra sumar. Nú fyrirtækjum gekk betur að ráða starfsfólk en 2021. Fyrirtækin eru að stóla á eftirspurn erlendra ferðamanna næstu 12 mánuði. Og 7 af hverjum 10 fyrirtækjum segir geta staðið undir lánum. Og flest fyrirtæki voru að nýta COVID-tímann til umbóta í starfseminni og mestu áskoranir innan ferðaþjónustu eru að jafna árstíðasveiflu í ferðaþjónustu, tryggja umferðaröryggi og uppbyggingu og viðhald á áfangastöðum. Yfirferð á niðurstöðum er nú lokið. Nú skýrsla með heildarniðurstöðum, hún verður birt á vefsíðu Ferðamálastofu eftir ásamt fréttatilkynningum. Þessi skýrsla er 119 blaðsíðu, en þar má sjá jafnframt samanburð 2 fyrri kannanir. Nú ef einhverja spurningar vakna síðar, þá getið þið haft samband við okkur með því að senda bara á upplýsingarnetfang Ferðamálastofu, upplýsingar@ferðamálastofa.is. En ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áheyrnina. Það getur vel verið að einhverja spurningar hafi komið samhliða þessari kynningu, en þá ætla ég bara að biðja kollega minn að nefna það.
Og ef ekki, þá er bara ykkur bara frjálst sem hafa verið að hlusta á þessa kynningu, bara frjálst að senda fyrirspurn, eins og ég sagði, á netfangið okkar. Og við svörum bara hæl. Þessari útsendingu þá ekki bara lokið í bili og við bara þakkum kærlega fyrir.